dagskrá sem tillaga Sjálfstæðisflokksins viðræður við ríki vegna Sundabrautar. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, umræður Sundabraut ekki nýjar af nálinni. Gert hefur verið ráð fyrir henni í skipulagsuppdráttum í meira en 4 áratugi. Upphaflega var nokkra valkosti að ræða, en þeim hefur farið fækkandi á síðustu árum. Í aðalskipulagi 2010 til 2030 einungis sýnd ein leið frá Kleppsvíkinni yfir í Gufunes. Og nú síðast hefur svokölluð innri leið, sem var einn þessara upphaflegu valkosta, verið slegin út af borðinu með einu pennastriki með samningi uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á Gelgjutanga. Það því brýnt að borgaryfirvöld tryggi það að fleiri valkostir verði ekki útilokaðir í náinni framtíð og þess vegna verðum við hér í borgarstjórn að setja málið á dagskrá strax og hefja vinnu við að ákveða endanlega legu og útfærslu brautarinnar. Sambærileg tillaga og hér liggur fyrir fundinum var flutt af Júlíusi Víbli Ingvarssyni fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna í októbermánuði 2013. Tillagan var samþykkt, henni vísað í borgarráð og þaðan í umhverfis- og skipulagsráð til umsagnar. Ekkert heyrðist hins vegar að tillögunni í 3 ár fyrir að hún skaut loksins upp kollinum inn í umhverfis- og skipulagsráði eða í janúarmánuði árið 2016 og var afgreidd þaðan með umsögn sem líklega dagaði uppi í einhverri skúffu borgarkerfisins. Því ekkert hefur verið gert með málið og ekkert heyrst nein áform eða vilja viðræður við ríkið. Með þetta í huga og þeirri staðreynd að Sundabrautinni var slegið á frest heilan áratug með samgöngusamningi ríkis og borgar árið 2012 verður ekki annað séð en að þessi lítill áhugi hjá borgarstjórnarmeirihlutanum að hefja þá vinnu sem undirbúningur fyrir lagningu Sundabrautar krefst. Lagning Sundabrautar var talin ein meginforsenda íbúðarbyggðar í Grafarvogi og sameiningu Reykjavíkur og Kjalarness, en hún einnig þegar litið til framtíðar nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að þróa byggðina enn frekar til norðurs og norðausturs á höfuðborgarsvæðinu. Sundabraut auk þess nauðsynlegur liður í því að bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og bráðnauðsynleg tenging fyrir Grafarvog og norðurbyggðir borgarinnar við miðborgarsvæðið og aðra borgarhluta. Gert ráð fyrir því að árið 2030 muni rúmlega 30.000 bílar fara brautina á sólarhring, þrátt fyrir að í þeim spám sé ekki gert ráð fyrir byggð í Geldinganesi. Ljóst að nú ríkir mikið ófremdarástand í umferðarmálum í Reykjavík sem bregðast þar við strax. Lagning fyrsta áfanga Sundabrautar myndi strax létta á umferðarþunga á öðrum vegum eins og á Gullinbrú, Höfðabakka og Ártúnsbrekku og dreifa og jafna umferðinni mun betur, auka umferðaröryggi til muna og stytta vegalengdir og þar með draga úr umferð og umferðarmengun sem því nemur. Síðast en ekki síst yrði Sundabraut mikilvæg öryggis- og flóttaleið ef til hamfara kæmi. Í skýrslu vegagerðarinnar á mati á umhverfisáhrifum fyrsta áfanga Sundabrautar árið 2004 segir með leyfi forseta: Umferðarþungi mun aukast stöðugt Gullinbrú og Vesturlandsveg. Slysum mun fjölga, tafatímar munu lengjast og jafnframt umferðarmengun frá núverandi gatnakerfi verður meiri. Ástandið mun einungis versna frá því sem nú Þrátt fyrir þessar niðurstöður og allar þær umferðarspár sem gerðar hafa verið
hefur nauðsynlegur undirbúningur lagningar Sundabrautar legið í dvala og menn ekki lokið sinni heimavinnu. Ljúka þarf að fullu því umhverfismati sem byrjað var á, gera umferðarlíkan miðað við breyttar forsendur, arðsemismat og velja bestu staðsetningu fyrir legu brautarinnar með tilliti til slíkra forsenda. Þessi undirbúningsvinna tekur sinn tíma. Við eigum ekki að sofa yfir okkur og vakna upp við þann vonda draum að hafa ekki unnið heimavinnuna þegar ekki verður lengur slegið á frest að hefjast handa við þessa samgöngubót sem líklega eins og mikilvægasta og arðbærasta sem nú koma til álita hér á landi. Því leggjum við til að borgarstjórn hefji viðræður við ríkið án tafar þessa undirbúningsvinnu. Tillagan hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að hefja viðræður við innanríkisráðuneytið Sundabraut. Markmið viðræðnanna fælist í því að vinna að arðsemismati og kostnaðargreiningu, ákvarða endanlega útfærslu og legu brautarinnar og tímasetja framkvæmdina. Greinargerð fylgir þessari tillögu sem ég vona þið hafið öll kynnt ykkur og ég vonast til að borgarstjórn samþykki þessa tillögu og hér verði góðar umræður hana. Það hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja því að þakka fyrir ágæta tillögu og aðeins nota tækifærið til þess að rifja upp forsögu þessa máls. Þetta var mikið í deiglunni fyrir rúmum áratug. Þá voru settar fram hugmyndir Sundabraut, ýmist á ytri eða innri leið og í hverfaheimsóknum borgarstjóra á þeim árum að þá var farið yfir mismunandi leiðir og sýndi sitt hverjum. Þegar til kom og Vegagerðin lýsti þeirri skoðun á legu brautarinnar að hún ætti að vera á móts við Skeiðarvoginn, að þá var haldinn 500 manna fundur þar sem íbúar bæði úr Vogahverfinu og Grafarvogi voru mjög áberandi og settu fram með býsna gildum rökum að fyrir sama fé eða því sem næst, kannski örlítið meira, væri hægt að þvera voginn í göngum og kölluðu til þar helstu jarðgangasérfræðinga þjóðarinnar. Það voru nú ekki allir tilbúnir að kaupa þennan málflutning en niðurstaðan var sú að fara í samráð sem að íbúar beggja vegna Vogsins áttu aðild að, samráðsferli þar sem að rýndar voru ýmsar kostnaðaráætlanir og fundað með bæði sérfræðingum borgarinnar, Vegagerðarinnar og mörgum fleirum. Það voru fulltrúar úr meiri og minnihluta sem að voru í þessum hópi og það kom nú í minn hlut að leiða hann tíma og meðal annars þegar hann skilaði og í kjölfar þessa að þá sameinaðist borgarstjórn í ályktun það að fyrsti kostur í Sundabrautarmálinu væri ytri leið í göngum. Og svo kom hrun eins og einhver sagði, þannig að ekki spurðist nú mikið af þessari stóru framkvæmd í nokkur ár en þetta var nú eitt aðalmál í raun fyrstu ára kjörtímabilsins 2006 til 2010 og stórt mál í kosningunum 2006, hér borgarstjórnarkosningunum. Síðan gerðist nú kannski ekki mikið fyrir en að Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og borgarstjóri, varð innanríkisráðherra og setti af stað vinnu innan ráðuneytisins aðkomu einkaaðila að samgönguframkvæmdum. Reykjavíkurborg átti ekki beina aðild að þessari vinnu en umfangsmesta verkefni sem starfshópurinn kannaði var gerð Sundabrautar, rekstur hennar og viðhald.
Í tengslum við það var gerð frumgreining á fýsileika verkefnisins fyrir einkaaðila og að sagt var bentu niðurstöður hennar til að Sundabraut yrði skoðuð sem framkvæmd í einum áfanga og að mögulega væri hægt að fjármagna hana fullu með veggjöldum. Þessir útreikningar og forsendur varðandi veggjöld og annað slíkt voru hins vegar aldrei birtir og en hópurinn lagði til við ráðherra að útboðsrammi yrði undirbúinn og kannað hvaða aðilar væri hugsanlega reiðubúnir að koma að verkefni í einhvers konar undirbúningsfélagi með ríkinu. Ég hef svo rætt þetta svo við eftirmann Hönnu Birnu Kristjánsdóttur í ráðherrastól, Ólöfu heitina Nordal, og þar kom líka fram áhugi ráðherra á verkefninu en í raun gerðist ekkert meira með þetta virðist vera á síðasta kjörtímabili. Svo má segja að nýr ráðherra núna, Jón Gunnarsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, taki málið upp á líkum forsendum og seti það í aðra nefnd sem á líka skoða aðrar leiðir til og frá höfuðborgarsvæðinu sem bara hið ágætasta mál. En mér finnst brýnt að þessi áform fari nú eitthvað að skýrast og þessir útreikningar og áhrifin og umferð og annað komist betur á hreint, því að eitt af því sem dregið saman í skýrslunni frá 2015 það að þegar við margt breyst í skipulagsáformum höfuðborgarsvæðisins á þeim árum sem Sundabraut hefur verið til skoðunar, sem sést af því að umferðarspárnar sem lágu til grundvallar þegar við vorum að ræða göngin voru miklu hærri vegna þess að byggðin þarna í kring átti að vera mikið meiri og spám akstur bíla Sundabraut hefur þeir áttu að vera 53.000 árið 2024 í eldri vinnunni en það var komið niður í 27 til 35.000 2040 í nýju vinnunni og eftir er að vísa þessa skýrslu innanríkisráðuneytisins. Þessar umferðartölur tóku eins og að mið af því að það yrði ekkert borga fyrir að keyra Sundabrautina. Þannig að það átti alltaf eftir að leggja mat á það hvort að það hefði veruleg áhrif og hvað gjaldi mætti að vera hátt til þess að fólk myndi fara í gegnum Mosfellsbæ eða bara sleppa því að fara þessa leið og það var sagt að þetta þyrfti að greina nánar á síðari stigum. Þessar umferðarspár drógu hins vegar annað fram sem að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa meðal annars gert líka úttekt á, að Sundabrautin hefði ákveðin og jákvæð áhrif eins og tillögu flýtandi að framsögumaður bent á hérna áðan, en þau áhrif eru frekar staðbundin. Miðað við stærð verkefnisins þá eru þau frekar staðbundin og þess vegna kemur kannski ekki óvart að þegar sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að meta Sundabrautina og sumar stofnbrautaframkvæmdirnar og bera það saman við borgarlínuverkefnið, að þá hefur borgarlínuverkefnið miklu betri og jákvæðari áhrif á umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu í heild heldur en þessar stóru og stundum dýrari framkvæmdir. Varðandi skipulagsforsendunar að þá er rétt að halda þetta til haga út af þessari umræðu Gelgjutangana og svo framvegis, að ytri leiðin hefur alltaf verið fyrsti kostur borgarinnar, alveg frá upphafi máls. Það verður vegagerðin sem hélt lengi þessum innsta kosti eða innri kosti á borðinu leið 3, en það var enginn í borgarstjórn svo ég viti sem tók nokkurn tímann undir það og sannarlega ekki íbúarnir. Og það var þess vegna mikil samstaða það í undirbúningi aðalskipulagsins, alveg þvert á flokka, taka bara þann kost út af aðalskipulagi og það var gert. Það kom engin tillaga fram það að halda honum inni vegna þess að eitt af vandamálunum við Sundabrautarmálið er að þessar mismunandi leiðir hafa auðvitað haldið skipulagi á stórum hluta Sundahrafnarsvæðisins í hálfgerðri gíslingu.
og þess vegna er það þannig að í nýja aðalskipulaginu þá er ekki settur sami fyrirvari legu Sundabrautar eins og var í fyrra aðalskipulagi og enda hafði borgarstjórn einróma samþykkt 2008 að Sundabraut yrði lögð í göngum frá Gufunesi á Laugarnesi með eðlilegum fyrirvari niðurstöðu mats- og umhverfisáhrifum. Mat- og umhverfisáhrifum vegna gangaleiðarinnar fór í gang, en mér að vitandi hefur sú vinna aldrei klárast. Það er grundvallaratriði í mínum huga ef að ráðuneytið eða einhver vill leggja til einhverja aðra niðurstöðu heldur en þá sem að borgarstjórn sameinaðist á sínu tíma. Það var algjört lágmark að fara í samráð þessa niðurstöðu og bera saman kostina aftur. Það er algjört lágmark. Ekki síst í ljósi forsögunar þeirra fyrirheita sem að voru gefin af öllum í málinu. Það er auðvitað rétt að halda því til haga að Sundabraut er ekki sama grunnforsenda fyrir uppbyggingu Reykjavíkur eins og hún var kannski í fyrra aðalskipulagi þó hún skipti máli og sé jákvæð. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa sagt borgarlína hefur mest áhrif. Hún er líka þjóðhagslega hagkvæmari heldur en allar aðrar framkvæmdir. Þannig að borgarlínan er í fyrsta sæti og ég ætla að leyfa mér að skilja ekki þennan tillöguflutning þannig að það sé verið að breyta þeirri niðurstöðu. Enda er hér bara verið að tala það eins og tillagan segir að borgarstjórn samþykkir að hefja viðræður við innanríkisráðuneytið og að markmið þeirra sé að vinna að arðsemismati, kostnaðargreiningu, ákvarða endanlega legu og tímasetja framkvæmdina. Og þessu er ég bara hjartanlega sammála. Ég held að þetta sé bara mjög gott skref á þessum tímapunkti, líka í ljósi þeirra vinnu sem nú fer fram innan ráðuneytisins. En að því sögðu þá er ekki verið að taka það fram fyrir borgarlínuna, enda held ég að það sé breið samstaða að hún sé númer 1. Sundabraut er nefnilega á skipulagi og það er rými tekið frá fyrir hana til framtíðar, ekki bara fyrir göngin, heldur líka fyrir ytri leiðina. Að það er ákveðið svæði sem er þar sem að umferðardeildin og samgöngudeildin borgarinnar hefur alltaf haldið til haga að Sundabraut gæti komið sem þá hefur ekki verið úthlutað lóðum á varanlega. En að því sögðu að þá finnst mér þetta prýðileg tillaga, mér finnst hún líka tímabær og legg því til að borgarstjórn samþykki hana eins og hún liggur fyrir. Andsvör? Eða taka til máls? Já. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ánægjulegt að borgarstjóri skuli taka vel í þessa tillögu okkar og ég vona svo sannarlega að það fari ekki fyrir tillöguna þessu sinni eins og fór fyrir henni 2013 að það taki 3 ár að afgreiða hana og hún dagi síðan uppi í kerfinu. Ég vona svo sannarlega að menn taki henni alvarlega og fari í þessar umræður. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég er ekki alveg sammála borgarstjórum það að Sundabrautar sé ekki sama grunnforsenda fyrir lagningu Sundabrautar og var áður vegna uppbyggingar í Geldingarnesi og í norðanverðri borginni. Ég held einmitt að hún sé mjög mikilvæg vegna þess að þegar þessar umferðartölur voru nefndar í kringum 30.000 bílar á sólarhring, þá held ég að það hafi verið vanáætlað og inn í þeim tölum, svo ég ítreki það, þá er ekki gert ráð fyrir uppbyggingu í Geldingarnesi. Og þetta verðum við að hafa í huga.
Við verðum líka að hafa það í huga að það eru hugmyndir uppi grófan iðnað uppi í Álfsnesi. Við vitum að sum fyrirtæki líta til þess svæðis til að koma fyrir sinni starfsemi og sennilega ekkert mjög langur tími þangað til líður að einhver fyrirtæki flytji sína starfsemi þangað. En ég man eftir því að á kjörtímabilinu 2006-10 þá hófst vinna við að klára umhverfismatið sem sagt frá Gunnunesi og í Álfsnes og á þeim kafla Sundabrautarinnar, en síðan var ekkert gert meira með það kjörtímabili og eftir og ég veit ekki til þess að það hafi verið tekið upp og ég held að það sé brýnt að þessu umhverfismati verði lokið sem allra fyrst og eins og ég nefndi í ræðu minni áðan, við verðum að byrja á réttum enda, við verðum að vinna heimavinnun okkar, hafa allt klárt sem að snýra að okkur hér í borginni og það sem okkur ber að gera til þess að það sé hægt að fara í framkvæmdir þegar að vel árar og vilji til þess af hálfu ríkisvaldsins. En annars þakka ég fyrir góðar umræður. Marta Guðjónsdóttir, lokið við lokið máli sínu og Sigurbjörn Blöndal hefur beðið að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Tekundu með borgarstjóra og tillögu flytjanda, þetta er ágætis mál. Það er hins vegar, ég er aðeins í efa hérna þar sem að tillögu flytjandi, borgarfulltrúar Marta Guðjónsdóttir var að tala að hún vonaði að þessi tillaga myndi ekki daga upp í kerfinu eins og síðast. Og þá er hún væntanlega að tala kerfi ríkisins sem að reyndar var þá eins og það er nú á forræði samflokksmanns hennar og ég tek alveg undir það að ég vona að það dagi ekki þar uppi aftur, en hugsanlega hafa einhverjir geta misskilið þetta á þann hátt að borgarfulltrúinn væri að tala að tillagan hafa einhvern hátt dagað uppi í kerfi borgarinnar. Svo er það sjálfsögðu ekki og ég held að samaskapi sé alls ekki skynsamlegt að borgin leggi í mikla vinnu við útfærslu eða undirbúning einhverja hugmynda Sundabraut meðan allsendis og óljóst hvað ríkið ætlast fyrir, og ég vona að það sé ekki það sem að borgarfulltrúinn var að tala því að hugsanlega mátti skilja orð borgarfulltrúans þannig. En boltinn, og ég vona að við séum öll algjörlega sammála, það boltinn er alfarið hjá ríkinu og við erum ekki í neinu bílstjórasæti í þessu Sundabrautamáli, það er algjörlega ljóst. Sigurbjörn Blöndal, borgarfulltrúi, lokið andsvörum og andsvörum svara borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarfulltrúi Björn Blöndal veit sennilega eitthvað meira en við hér hin, hvernig tillagan fór þarna 2016 þegar hún var afgreidd úr umhverfis- og skipulagsráði, þar segja upphaflega tillagan frá 2013 sem að fengust ekki svör við fyrir 3 árum síðar. Það er sú tillaga sem ég er að tala og ég er að segja þetta til þess að vítin til þess að varast upp, borgarfulltrúi Björn Blöndal, og hafi tillagan dagað uppi þá skulum við bara gera betur núna og vinna með þessa tillögu. Ég var ekki að tala ríkið og tillagan er flutt til þess að við förum í viðræður og samninga og samstarf við ríkið. Við gerum þetta ekki einn. Ríkið kemur að því að fjármagna mestum hluta þessa framkvæmd. Það vitum við öll. En okkar hlutverk, það er skipulagsvinnan. Okkar hlutverk er það að ákveða hvort að við viljum fá þessa braut og hvar við viljum fá hana og koma með óskir til ríkisvaldsins og fara í samstarf við ríkið það. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og Sigurbjörn Blöndal, borgarfulltrúi, svara andsvari öðru sinni.
Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, já, ég óttaðist það, þarna örlaði á einhverjum misskilningi, því að boltinn auðvitað hjá ríkinu. Það er ríkið sem að fara í þessa framkvæmd, það liggur fyrir svo skipulagsvinna sem er tímabær, svo langt sem það nær í dag, hún liggur fyrir, það er að segja að það er gert ráð fyrir þessu aðalskipulagi og ég vona að borgarfulltrúinn sé ekki að leggja það til að við hefjum umfangsmikla skipulagsvinnu meðan það er algjörlega óljóst hvað liggur alls ekkert fyrir, hvað ríkið hyggst fyrir í þessu máli. Og ég endurtek það og ég óska eftir því að borgarfulltrúinn svari því hvort að hún er sammála því að boltinn hjá ríkinu. Þetta er ríkisframkvæmd. Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svara öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, góði borgarfulltrúar, mér er ljúft að svara þessari spurningu borgarfulltrúans Björns Blöndal. Boltinn bæði hjá borgaryfirvöldum og ríkinu. Við hljótum að hafa einhverja skoðanir á því hvort að við viljum Sundabraut og hvar hún liggur og við hljótum að hafa einhverja skoðanir á því hvort að við teljum hana mikilvæga með tilliti til framtíðar uppbyggingar. Við erum að tala eins og ég nefndi áðan, að árið 2030 verða 30.000 bílar sem myndu fara þessa braut. Skiptir það engu máli fyrir okkur? Skiptir það engu máli að greiða hér fyrir umferð? Eða er það stefna okkar að setja fótinn fyrir það að greiða fyrir umferð og auka umferðaröryggi og draga úr slysum? Fyrst og síðast þá eigum við að taka höndum saman og ég var mjög ánægð með það sem borgarstjóri sagði hér áðan, honum leist vel á tillöguna, orð eru til alls fyrst og því eru viðræðurnar bara af hinu góða og síðan skulum við taka næsta skref. Þá hefur við Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og forseti leyfir Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúa að gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, eins og ég sagði og kom reyndar mjög vel fram í borgarstjóri rakti ágætlega þessar umferðarspár og þróun í því og vissulega er það sem hér er lagt til að samþykkja þessi tillögu, það er auðvitað langur vegur frá að þar sé verið að reyna að setja fótinn fyrir að greiða fyrir umferð. Hversu hversu slysum mun fækka mikið vegna Sundabrautar, ég hef ekki séð neina spár það, en vissulega greiðir þetta fyrir umferð af ákveðnum svæðum, sérstaklega af Vesturlandi. Borgin hefur lýst skoðun sinni á Sundabraut í aðalskipulagi, þannig að það liggur allt fyrir. Þannig að ósvaraði spurninginu hvort að borgarfulltrúinn að leggja til að þessi farið í umfangsmikla skipulagsvinnu umfram það sem þegar liggur fyrir, meðan algjörlega óljóst hver áform ríkisins er. Sigurður Björn Blöndal lokið við að gera stutta athugasemd og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi gerir einnig stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn Björn Blöndal skildi greinilega ekki alveg mitt svar. Við erum að tala að fara í samtal við ríkið og til þess að geta farið í þá undirbúningsvinnu og heimavinnu sem við þurfum að fara í ef það er vilji af hálfu ríkisins til að fara í þessa framkvæmd. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og andsvörum og athugasemdum lokið og næstu tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það hefur verið margt sagt í þessum salum Sundabraut og það er rétt sem borgarstjóri kom inn á hérna áðan að það má rekja þetta mál mjög langt aftur. Ég vil taka undir það með Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa að þetta bæði mál ríkis og borgar. Mér finnst það vera mjög mikil einföldun einhvern veginn að halda því fram að boltinn sé alfarið hjá ríkinu. Það er alveg rétt að við sjáum fyrir okkur að ríkið muni að mestu eða öllu leyti fjármagna framkvæmdina en auðvitað hefur borgin
mun borgin hafa mikið þetta verkefni að segja þegar hún fer með skipulagsþátt málsins. Fyrir má nú vera að borgin vil ekki vera líka í bílstjórasætinu varðandi framkvæmdir sem fyrir að vera ráðast í hér í borginni. Jafnvel þóttu að hún sjá ekki fyrir sér að hún muni standa svona kostnaðarlegan straum af því. Og við verðum átt okkur á því að það sem kannað eitt af því sem virkilega gerði það verkum þetta mál fór í þennan langa frest, það var kannski sú leið sem var valin og mikill kostnaður hennar vegna. Það var rétt hjá borgarstjóra sko, að þegar hrunið var, þá var alveg ljóst að það ekki farið neitt í slíka framkvæmd á næstunni. En fyrir hrun þá hafði borgin lýst yfir því að hún kysi helst þessa gangaleið, og gangaleiðin mjög dýr. Ég hef nú ekki tölurnar hjá mér, en ég hygg að ef að gangaleiðin yrði farin eins og borgin sá hana fyrir sér, að þá yrði hún yrði varla undir 70 milljörðum króna. Varla undir 70 milljörðum króna kostnaður við hana. Og er ekki verið að tala um ný Landspítali að kosta 80 milljarða. Þannig að ég held að það hafi verið þannig þegar það var ljóst að sú framkvæmd yrði svo dýr, að þá sá maður það að Vegagerðin myndi trauðlega fara í það framkvæmd, og þess vegna held ég að vilji Vegagerðina standi til þess að halda sem flestum kostum opnum, og Vegagerðin hefur ekki síst lagt áherslu á innri leiðina vegna þess að hún yrði væntanlega ódýrust. Ég man þetta ekki alveg eins og borgarstjóri eftir mótmælum íbúanna á sínum tíma. Mér minnir að kröftugustu mótmæli íbúanna hafi verið gegn ytri leiðinni, af því að þeir óttuðust að með ytri leiðinni þá yrði miklum umferðarstraumi beint inn í hverfin þeirra, inn í Langholtshverfi, og til dæmis Holtavega, það færi mikil umferð sem myndi síðan seitlast hverfið, og það vildi íbúarnir ekki. Eins og ég man þetta, þá hugnaðist þeim betur innri leið ef sú innri leið tengdist beint inn á fjölförnustu gatnamót landsins við Elliðaárnar, en best hugnaðist þeim þó, og okkur leist mörguliti bara vel á hana, Sundabraut í göngum sem kæmi upp eitthvað hjá Kirkjusandi. En nú er spurning, nú á að fara að byggja Kirkjusandi, og nú er spurning, væri hægt að fara þá leið með við þar fyrirætlanir sem eru byggð á Kirkjusandi. Þannig að það í þess eins og fleiri málum. Við verðum að skoða ólíka kosti með opnum huga, og mér finnst mikilvægast í þessu máli, og eins og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi kom hér inn á, að útiloka ekki möguleikana. Mér finnst óþarfi hjá okkur að útiloka innri leiðina ef Vegagerðin vill fara hana, ef það er bara útilokandi þáttur, kostnaðurinn við þá leið sem menn sjá fyrir sér, þá er það auðvitað ekki gott. Þá er bara miklu heilar að tala um það strax að við getum afskrifað þann möguleika. Ég man ekki betur en borgarstjórnin á sínum tíma samþykkt þessa brú á ytri leið. Það var aðalhugmynd borgarinnar á þeim tíma, að það yrði farið yfir hérna hjá Kleppi á hábrú og jafnvel fyllingum, og hún vakti auðvitað andstöðu svo tillaga. En það var líka bent á það að slík hábrú, sem auðvitað mun ódýrari heldur en göng, að hún var ekki heldur góður kostur, vegna þess að hábrúin þyrfti að vera svo há að skip getur siglt undir hana, dálítið stór skip. Þannig að það var farið að tala um það á sínum tíma, að eru sennilega komin í stærri skip núna, það var talað um það á sínum tíma, ég man rétt, að brúardekkið þyrfti að vera í 60-70 metra hæð. Það ekki rétt muni hjá mér að Hallgrímskirkja séu 72 metrar, turnin. Og það er ljóst og því var spáð að þegar við varum komin með brúardekkið í svo mikilli hæð yfir Kleppsvíkinni, þar sem er mjög vindasamt, þá gæti verið hættulegt að vera þar ákveðna daga ársins, og við getum búist við því ef slík hábrú yrði smíðuð, að það þyrfti að loka brúnni nokkra daga á ári. Það var talað um alveg frá 3, 4 upp í 7 daga á ári sem brúnni þyrfti að vera lokuð
vegna vindafars á brúnni. Og ég heyrði eins og líka verkfræðing halda fram þegar hann sagði að þið vitið hvernig veðurskilyrði getur verið í Reykjavík. Það getur verið rigning eina stundina, svo snögg frystir og myndast gífurleg hálka. Menn voru farnir að velta fyrir sér leiðum við hönnun þessar hábrúar að þannig annarkvort að vera saltbíll tilbúinn við brúarsporðin leið og frysti salta brúna eða menn voru með hugmyndir að hita brúna einhvern veginn upp þannig að myndaðist ekki hálka með þessum hætti. Þannig að og það var sagt að ef það væri hábrú þá væri sennilega ekki rétt að hafa þarna göng- og hjólreiðastíg á brúnni. Það væri hins vegar hægt að lágbrú. Þannig að mér fannst margt á sínum tíma þegar menn voru að ræða þetta. Mér fannst þá margt eiginlega mæla miklu meira með lágbrúnni heldur en hábrúnni ef það er farið út í brú á annað borð. Menn sá ekki fyrir sig göng- og hjólreiðastíg í göngunum. Þannig að það voru svona mismunandi sjónarmið um þetta. Auðvitað er ekki góð gá ef að menn sjá fyrir sér að ekki verði, ef við segjum bara að boltinn er bara hjá ríkinu, vitandi það að ríkið mun ekki leggja svona út í svona dýrt framkvæmdi sem göng af þessari stærðargráðu eru, að þá þurfum við aftur okkur á því og segja við þurfum að halda öðrum möguleikum opnum og sá möguleiki gæti verið að fara lágbrús sem er þá væntanlega á innri leið, gæta þess að hún tengdist ekki beint við þessi íbúðahverfi sem mótmælti sem mest á sínum tíma heldur eða væri hægt að hann þetta fari beint inn í umferðarkerfið okkar. Það er kannski eina færa leiðin. Eins og viðurkenni það alveg að þetta mál er orðið miklu snúnara núna, 10 árum síðar heldur en var þá. Og þess þá heldur ættum við að fara vandlega yfir þetta og þess vegna fagna ég því að þessi tillaga skuli vera samþykkt og held að markmið okkar ætti að vera að útiloka ekki neina kosti sem við kynnum að vilja grípa til þegar að þessi Sundabraut verður vonandi að veruleika. Og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lauk máli sínu og næstu tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég eiginlega kom hér upp til að segja meðal annars að þessi umræða fer í svolítið sérkennilegt horf alltaf aftur og aftur. Og það gerist einhvern veginn að samgönguráðherrar hver eftir öðrum að þeir koma fram í fjölmiðlum og segja já, við teljum þetta mjög nauðsynlegt og það þarf að drífa í þessu, síðan verður aldrei neitt úr neinu. Ég veit ekki alveg af hverju, en þetta gerist ef við gerst trekk. En að stundum finnst manni eins og þetta sé meira svona einhvers konar glíma athygli og glíma að fá einhver svona jákvæð viðbrögð við einhverjum svona yfirlýsingum. Frekar en þess mennum sé alvara með því að ætla að fara í einhverjar framkvæmdir, því að síðan kemur í ljós að þetta er gríðarlega flókið. Það reyndist ekki hægt einu sinni fyrir vegagerðina og borgaryfirvöld og mér skilst að það ekki skipt máli hvar menn voru í flokkum að sameinast eina leið þarna yfir. Það tókst ekki. Og þó efast ég ekki á sínum tíma hafi allir verið að vilja gerðir eða allir verið sannfærðir það að það geti verið sniðugt að fara í þessu Sundabraut. Þannig að þetta hefur reynst mjög flókið og svo verð ég að koma inn á það líka sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sagði áðan að útiloka ekki möguleika. Ég held að það sé bara þannig að lífið pínlítið þannig að þú veist, eftir því sem þú býður lengur með að framkvæma það sem þú segist ætla að gera, að þá útilokast eitt og annað. Eftir því sem býður lengur með að fara að þjálfa fótbolta að þá útilokast smá saman sá möguleiki að þú komist í Manchester United. Þannig að það einhvern veginn þannig sem bara lífið og það nákvæmlega það sem gerst í þessum málum. Nú búið að skipuleggja byggð sem ekki afturtekið í aðalskipulagi á Kirkjusandi, þannig að það ekki að koma upp neinn göng eins og einu sinni var rætt að væri möguleika á allra ystu leið, ef ég man rétt, þá áttu þetta að koma einhvers staðar upp í Laugarnesið. Og svo það líka það sama með Gelgjutangan. Það búið að skipuleggja þar byggð. Það gert ráð fyrir því aðalskipulaginu. Aðalskipulaginu sem tók 6 ár í vinnslu og var einhverju leyti þverpólitísk vinna. Þetta stórkostlegur staður fyrir byggð, eitt besta veðursvæði á landinu þarna við Ósa Elliðaáa
og mér skilst það að innri leiðin eða innsta leiðin, ég kann ekki einu svona nöfnum á þessu, sé mitt fyrirhuguð þar, og ef maður rétt að þá var nú bent á það meðal annars af hálfu borgarinnar að þar ertu komin mjög nálægt Gullinbrú, þannig að möskvin í netakerfinu er orðin mjög lítill og ávinningur orðin þá mjög lítill líka. Þannig að ég held að sé fullkomlega eðlilegt að möguleikarnir smám saman svona þurrkist út, og það er náttúrulega ekki boðlegt fyrir eina höfuðborg að vera með lykilsvæði á norðurströnd borgarinnar við Sundin blá í gíslingu einhverja framkvæmda sem ekki víst að verði nokkuð tíma nokkuð af, eins og búið að vera 20 ár. En það var engin vilji til þessu gera aðalskipulega sem að útiloka það að það kæmi Sundabraut einhvern tímann, en það er búið að útiloka ákveðna möguleika og aðalskipulega gerir ráð fyrir einni leið. Þannig að ég held að borgin hafi algjörlega staðið sína plikt að því leyti, borgin hefur ekki útilokað þetta, en borgin hefur hins vegar sagt við getum ekki verið með öll þessi svæði undir og í gíslingu. Við ætlum að taka þau í byggingu fyrir fólk, lykilsvæði, en það er ein leið eftir og henni verður haldið opinni. Það er þetta sem ég vildi sagt hafa, og ég þekki þetta mál raunin miklu minna en sumir borgarfulltrúar, kannski eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sem eru búin að rekna að hafa eina skoðun árið 2008 og svo aðra skoðun 10 árum síðar á þessu máli. Af því að mér skilst á sínum tíma hafi þetta verið 15-0 í borgarstjórn, allir sammálum þarna þessa leið sem var minnst á áðan. Þannig að mér skrítið að fara að segja núna, nei við skulum vera þarna á innri leiðinni, en þetta er útilokað. En öðru leyti fagna ég þessari tillögu borgarstjóra, það er sjálfsagt að ræða þessi mál áfram, það á ekki að standa á okkur í borginni. Og við sjáum það bara til hvernig því máli lyktar og hvort það verði eitthvað af því að gera orðin að veruleika eða hvort þetta verður eins og þetta búið verið 20 ára, þetta verða bara orðin tóm. En til þess er að ræða hlutina. Já, Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir því að gera andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég myndi óska þess að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi áttaði sig á því að hér er mjög mikilvægt hagsmunamál að ræða, ekki bara fyrir borgina heldur landið allt, og það er ljóst að það liggja miklir möguleikar í Sundabraut til framtíðar. Það er hins vegar ekki víst að verði af henni næstu árin og þess vegna er mikilvægt að taka frá land verði hún að veruleika. Það er ýmislegt sem er tekið frá landfyrir í borgarskipulaginu, jafnvel þó við sjáum ekki fyrir okkur að það verði að veruleika á allra næstu árum. Og ég hef ekkert skipt skoðun varðandi það að ég vil sjá að Sundabraut verði að veruleika. Svo getur menn fallist á ólíka kosti. Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar, fluttum það ræður og skrifaði hér greinar fyrir eitthvað 10 árum, að mér leist ekki á ytri leiðina á brú. Ég held að ég hef verið fyrstur í borgarstjórn til að orða það og tók það svona út frá umferðarörygginu og það var af umferðaröryggislegum ástæðum. Og þá kom til greina innri leiðin eða þessi leið í göngum og ég stóð að henni, en það var hún var svona eftir samráð margra aðila og ákveðið málamiðlun. En ég held að hafi komið á daginn að eitt af því kannski sem hefur tafið málur og gerir það kannski ólíklegt að Sundabrautinni verði, það er þessi mikli kostnaður sem er óhjákvæmilega við brúna. Ég held að kostnaðarmunurinn geti verið þrefaldur. Ég held að sé verið að tala alltaf þrefaldan kostnaðarmun á þeirri leið sem Vegagerðin kysi helst og síðan borgin kysi hún fær í göng. Og menn verða bara að átta sig á því að peningar eru ekki ótakmarkaðir og ef það útiloka málið í sjálfu sér að dýrasta leiðin hafi verið valin, þá hljóta menn að vera tilbúin að endurskoða sína afstöðu og skoða hvort að þetta mannvirki verið frekar að veruleika með annarri útfærslu. Það heitir ekki það að vera eitthvað einnig skoða núna og annar eftir 10 ár.
menn bara skoða stöðuna eins og hún hverju sinni og taka afstöðu til þess að koma málinu fram. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, möguleiki eðli málsins samkvæmt teygjanlegt orð og getur þýtt einmitt alls konar. En möguleikarnir og tækifærin eins og borgarfulltrúinn minn ræðir hafa þó ekki verið meiri en svo í 20 ár eða 25 ár og það hefur ekki orðið að þessu. Ef þetta væri svona miklu möguleikar og ef tækifærin væri svona mikil þá myndi ég ætla að það væri löngu búið að gera þetta. Og ég ekkert að segja að það með sig útilokað að verði einhvern tímann, en þetta greinilega ekki. Þú veist, það allavega eitthvað sem alveg augljóst. Þetta greinilega ekki jafn borðleggjandi, þetta verkefni, og margir hafa viljað vera að láta og endurtekið hér sirka á 4 ára fresti að sjálfu borðleggjandi og vera að drífa þessu strax. Svo gerist aldrei. Og bara, þú veist, við hljótum einhvern veginn að draga einhverja ályktun af því. En það sem við erum að gera á þessa fundi, svo ég endur ekki það, við erum að samþykkja það, að ræða þetta enn og aftur við samgönguráðherra. Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og þessari lotu andsvari lokið og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur einnig óskað eftir að veita andsvari ræðu borgarfulltrúans hér áðan. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það rétt, það hefur ekkert orðið af þessari framkvæmd í 20 ár. En því miður með samgöngusamningi ríkis og borgar frestast þessi framkvæmd heilan áratug, eins og ég nefndi hérna áðan. Og ég veit ekki betur en að meirihluti hér hafi tekið þátt í því að ákveða það. Þannig að ég ætla nú að vísa því til föðurhúsanna þegar að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson talar ráðherra sem að koma og fara og svona gefur í skyn að þeir sé að nota Sundabrautina kannski í svona popúlískum tilgangi. Og jafnframt vil ég benda á að það á ekki að vera eðlilegu hlutur að möguleikar þurrkast út. Við eigum að halda öllum möguleikum opnum. Og eins og ég hef margoft sagt áður, þá eigum við að byrja á réttum enda. Við eigum að klára að ákveða það hvar við viljum hafa brautina. Við eigum að klára útfærslurnar við hana og síðan getum við þá farið að nýta þau svæði sem í kring eru til uppbyggingar og skipulagningar fyrir borgina. Annað skammsýni. Já, þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvari ræðu borgarfulltrúa eins og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, svarar andsvari. Já, ég vil bara segja það að það búið að ákveða með lögformlegum hætti í ferli sem að tók heil 6 ár aðalskipulagið. Aðalskipulagið ekki bara eitthvað plagg, það lögbundið skipulagsáætlun sem okkur ber að fylgja. Hún var unnin þverpólitísk og í aðalskipulaginu búið að finna Sundabrautinni stað. Þannig að þar skulum við byrja, ekki fara að taka nema aðalskipulagið úr gildi. Þá væri alveg örugglega heldur til þess fallið að tefja þetta enn frekar. Það búið að finna stað, hann merktur í aðalskipulaginu og við hljótum að byrja þar. Þá Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og þú átt annað andsvarinni og þá neyti Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúa, andsvar öðru sem. Takk fyrir það, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það rétt hjá Hjálmari, það ein leið á aðalskipulaginu og ég tel það vera mikla skammsýni að það skuli bara hafa farið ein leið inn í þetta aðalskipulag. Og með þessu nýja aðalskipulagi sem samþykkt var hér í lok síðasta kjörtímabils skuli menn hafa sýnt þá skammsýni að hafa ekki fleiri möguleika að opna. Það það sem við áttum að gera. Og það, bara svona til upprifjunar, þá hafa stundum verið gerðar breytingar á aðalskipulagi. Hugsanlega geta komið einhverju fleiri kostir fram í stöðinni þegar það verður gert nýtt umhverfismat og þegar það verður gert umhverfismat og því lokið alla leið.
ætlum við þá að neita því að skoða það og taka það upp og gera nauðsynlega breytingar á aðalskipulag ef það kemur í ljós að einhver kostur sem að menn hafi ekki komið auga á núna sé besti kosturinn, arðsamasti kosturinn og best bæði fyrir borgina, ríkið og landið í heild sinni. Og Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvari öðru sinni og andsvörum telst lokið og umræðum einnig og ég ber upp tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins viðræður við ríki vegna Sundabrautar og þið ykkar sem samþykkið það, já. Hér hefur forseti fengið tækifæri til þess að hringja bjöllunni. Vinsamlegast gangið inn í salinn til atkvæðagreiðslu. Hér eru bókanir boðaðar, þvers og kruss í borgarstjórn. Herðu, þá eru allir borgarfulltrúar í salnum og ég ber því upp tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins viðræður við ríki vegna Sundabrautar. Þið ykkar sem að samþykki það gefur merki. Tillagan telst samþykkt samhljóða og við göngum til 4. liðar á dagskrá sem umræða ferðamanna.